góðan dag glens og grín, það mitt fag tralala, tralalala hann afveiklan kannski fyndin við talsið dekni myndir, viltu setja tækið í Karlakóin að heilsa ykkur í 4. skipti og það skemmtilegt. Nei, viltu aldrei hafa gaman, Maggi? En það hvað? Það strax komin 13. júní, tíminn líður hratt maður. Já! Já. Við erum bara að útskrifast úr 7. bekk, þetta voru allt og persónulegar upplýsingar við varum að slökka á. Já, takk fyrir hlut í dag, þetta er búið allt. Við vorum Herrarnir bara að fara að trekka okkur. að klára miðstig í þessari viku. Já, þetta er fyrsti karlakóðáttur. Við erum að fara að vera á meðalskóli. Við erum að fara að vera kaf í hlaupabólum. Ég held að samt Hlaupabólur er annað. Já, Ég veit það. úlingabólur. En ég held samt að öllum þegar drullu sama þegar við vorum að klára miðstigið, þeir eru bara, hverjum ekki drullu sama? Það er bara eitthvað skemmtilegt að hlusta og ég er ekkert að hlusta til að vita eitthvað, já, við erum að klára 7. bekk. Skemmtileg staðurinn. Nei, Matti. Hérna var skemmtileg staðurinn. Já, Og núna virkar engin takki. en já, þetta hlaðvarp, eins og þau séð á hlaðvarpsveitin, er að skrifa svo grín hlaðvarp. Og þetta er grín hlaðvarp. Þetta er grín hlaðvarp. Þetta er djók og grín. Þess vegna þurfum við aðeins að djóka meira. Grín hlaðvarp. Þess vegna eru komin djók. Þess vegna vandamál að ég er ekki að finna. Heyri, þegið allir grín hlaðvarp. Já. Er ég ekki fyndin? En Úlfur Marinósson, þú ert hér. Grín hlaðvarp. Herðu, já, við erum bara... Já, hæ, ég heiti Úlfur. Já. Herðu, en þarna, ég er með eitt. Ég fór í gær að horfa á Saumaklúbbinn. Oh my god, Hver er þetta? Ívar er að hringja í Höfum það mig. mér í podcastinu. Úlfur, farðu út. Ok. Nei. Ok, bye, Úlfur. Oh my god, maður. Bæs, ég Svo við elskar erum í þig. podcasti. Úlfur, lokaðu hurðinni. Oh my god, þessi drengur er Ég dúlla. segi ykkur hvað ég þoli ekki, bara þegar fólk lokar ekki hurðinni. Þegar á Og að það loka le- hurðinni. Og Það er það svo lemni. pirrandi. Herðu, já, og eitt, ég ætla kannski að koma sem bara auglýsingu fyrir ASO TV sem við erum að búa til. Við erum komið Instagram-account, followðu okkur þar og líka á Twitter og YouTube að sjálfsög og Twitch. Já, það er ASO TV gaming. Já, þeir Talandi ASO Twitch, TV ég er alveg búin að vera að horfa dálítið Já, við, eftir það bil við verðum okkur komnir eftir 1,5 2 tíma, segðu svona 2 tímar. Já, Símtal með Úlfi. Já, herðu, já, skil þetta. En já, hérna, ég er búin að horfa á Twitch eitthvað, sko, já, hérna, og ég sá að þú kom, ég sá eitthvað, ég fekk tilkynninga Twitch eitthvað, just a fork followed you on Twitch. Það er skemmtilegt. TV. Herðu, Matti hann er komin á Twitch, Úlfur. Oh my god. Auðvitað segir þú eitthvað svona. og við afsakið það var að slökka hljóðinu. En ertu sem þetta að fara að gera eitthvað gaming-vídeó eða? Nei, ég er ekki að fara að streyma neitt, held ég. Það Nei, er ekki bili. Nei, þú ert að fara að gera svona hot tub, svona gaming. Ég er búin að, ég sá, það er alltaf svona flokkar á Twitch, því eitthvað, því svona eins og Minecraft, Fortnite og allt hitt og slið. Og eitt þeirra er bara pool/hot tub streams. Já. Og ef maður opnar það, þetta eru bara konur. Já, sko, alltaf þegar ég fer á Twitch, þá kemur alltaf síðuna mína einhver rauðhærð kona. Gína. Nei, einhver rauðhærð kona. Gína var nú að, það var Og núna ætla ég að fara smá svona persónulega. Hvað er ekki skottið gaming? Hún er í sjávarbláu bikini. Og
Hún er rauðhærð. Ég horfi ekki á þetta sko. Þetta bara kemur alltaf þegar ég fer á Twitch. Já, ég sé. Sko pappin hann er að horfa þetta. Pappi minn. Ég ætla að segja ykkur bara. Honum finnst í alveg Twitch vera fáránlegt. Já. Fáránlega síða sko. Grín. Já. Ég bara að horfa samt þarna og út að ég var búið til Twitch aðgang. Og þá skrítið bara hvað það kemur mikið af einhverju svona því. Já. Hvað, Mattías, hvað ætlar þú að gera? Ég er enda með Twitch í Apple TV-inu mínu. Ég veit ekki af hverju. Kom upp bara í App Store. Það er Twitch. Mattías, það er eitt app sem ég finnst eitthvað líklegt að þú myndir svona downloada á símaðinn. Sem The Cyanide and Happiness app. Horfum ekki mikið á? Nei, þetta er ekki shorts, þetta eru myndasögur og þannig. Já, ég veit alveg hvort ég mynd. Nei, Dan Blake er þessi sem þú followar á Twitter, maður. Veit ég ekkert eftir að hafa followan, en ég er bara followan. En þarna... Hann setur stundum dálítið fyrir hluta. Hluti eitthvað. En þarna þetta er ekki áhugavert nema ég ætla bara að þegja hlustundum. Þetta er kannski ekki áhugavert fyrir svona spaukstofu áhugamann eins og þig. Þannig út í heimi. Og mér fannst rosalega fyndið hvernig það áhugavert. En þarna... En þetta er ekki áhugavert. En mér langar að segja að mér dreymdi í nótt að Stella í orlofi vera Disney Plus og Nýtt líf, Dalalíf og Löggulíf voru Prime Video. Klöppum fyrir því. Ég er reiður. Ég er svo þreyttur á þessu Stella í orlofi máli. Herðu, en boðar það ógæfið að segja frá draumum að segja frá draumum þínum í hlaðvarpi? Mattías Atlason, hvað fyrir þú það? Byrju smennu, ég ætla að spila stefið. Þess ekki, hvað er þetta? Það er fyrsti eða eitthvað. Nei, þess ekki. Jú. Nei. Prófa þannan. Nei, ég tala hitt með ráðgátur með Argmundi, já. Já. Kannski, hérna komið hjátrú með Matta. Þetta podcast er algjör vitleysa. Já, strax sem að 7 mínútur. Hjátrú, takk fyrir í dag. Já, þetta var hjátrú með Mattías. 7 mínútur og ekkert að því er eitthvað að viti. Nefnum bara ég frá þaumaglum. Það er mér ekki merkilegt. Það eru 1000 manns sem að fara. Klukkutími, þá er þetta samt ekki komið neitt. Það er ekkert komið að vita. Við erum, nei, en talandi þetta vera bara 3 tímar. Hvernig fannst þið myndin? Það var einmitt það sem ég ætla að spyrja. Á ég að fara í það? Ekki spoila maður. Síðasta viðferðin var hans betri. Okay. Þetta er alveg fín mynd, svolítið mikið svona kvennahúmor á köflum. Aha, þetta er algjör. Samt alveg skemmtileg mynd. Hvað meinarðu með kvennahúmor? Helvið sexistin? Eins og stelpunum eða? Nei, já, eitthvað svona, þú veist svona píkuhúmor, eitthvað píkan mín er falleg. Hvað er þetta klámynd? Þetta er svolítið svona húmor í stelpunum. Mattías, við erum ekki að fara í þennan gíru núna. Þetta er bara hljómar svo skringilega. Já, þú veist, þetta er, sko, stelpun eru með svolítið svona eitthvað píkuhúmor. Já, ég veit. Þú hlýtur að vita hvað myndir eru að meina, Mattías. Ég veit hvernig meina, en bara... Já, en allavega, þú veist, ég get ekki alveg mælt samt með því eitthvað. Ég sé ekki alveg fyrir mér að þeirra eitthvað að fara í bíó og ég sé saumaklúbbinn, gaman, Ég get ekki alveg mælt með þessari mynd. Sko, mamma mín, hún ætlaði sko að fara, sem hún fór með Víkingi. Hún fór með vinkonu sínum í þarna... En já, Víkingur er litli bara úr sem er ekki 0 ára. Já, hann er 10 mánaða held ég og þarna hann... Það er 9 ára. Hann þarna, já, þeir fóru í bíó hún ætlaði að koma með? Já, einmitt. Ég var einmitt, bara svona, má ég koma með? Og bara svona, nei, Úlfur, litla raskat í mig. Já, en ég meila alltaf frekar með að sjá því svona, þetta er hvernig koklurinn minn hljómaði þegar hún klappaði á mér. Hljómar svo sér tómur. Síðasta viðferðin er að Stöð 2 Plus. Slókin ef einhverjir hafa það. Já, það hafa alveg margir það, ekki? Sponsored.
sem orðið lélegt núna. Sponsored og Maggi bara að reyna að láta okkur að handtekinn fyrir höfundaréttarlög. En ég mælum samt með því að fá það ekki því tóku burtu ríkið. Já, það ekki nóg. Og fóstbræður. Já, og Maggi, horfðu þú samt ekki bara á eitt skets af ríkinu? Jú, þú gafst þetta ekki fjans, Maggi. Allt fyrir eitthvað svona Lóa og tígri stýrið og eitthvað þannig. Ég var að skálda, strákar. Ég var að skálda. Ég held að Lóa og tígri stýrið var til. Það hljóma svo æðislega þessu mynd. Það kallast á ensku Lóa X Tiger. En er eitthvað hvað bara skiptaði við og ég ætla ekki að fara í þennan gír. En eru þið með eitthvað svona til þess að segja? Eru þið með eitthvað til að segja eitthvað? Mér líður eins og ég sé að upplifa mjög ósérstakann þátt af Söngvaborgum. Hvað heldur þáttur? Hvað þú myndi gera ef við myndi stinga sem penni í augum mitt? Við skulum fara í auglýsingar. Þú væri eins og the purple eye stabber úr Cyanide and Happiness nema hann stingur sitt eigið auga og ekki með hníf, heldur túspenna. Já, en áhuga. Eittu við kannski fara við liði kvöldsins? Kvöldsins? Eða dagsins? Ég held að ég hlusta alltaf að hlaðvarpa á daginn, svona morgnana. Ég hlusta það allt miðnætti nefnilega. Já, gera það með í kynlífinu. Það eru mjög margir sem hlusta. Þetta í þennan gírmar. Það eru mjög margir sem hlusta hlaðvarp. Ég er að spila og mér finnst rigningin góð núna þannig að segja svo reyður. Kannski meira róandi hlaðvarp. Reiðilega. Oh my god. Þetta er mér. Ég verður margir sem hlusta á tvíhæða þegar þau sofa. Því að þeir eru ekkert eitthvað, já, við erum hérna Karlakofinn. Við erum alltaf æstir. Hvernig væri það að reyna að hlusta á Karlakofan síst á meðan? Maður myndi ekki sofa neitt. Maður myndi örugglega á martraðir. Já, alveg. Sérstaklega eftir auglýsingarliðar. Hlusta þetta bara mjög snemma. Þetta er svona podcast til að vekja mann. Mjög snemma, þegar þú ert nýbúin að hafa skilnaði eiginmann þinn eða eigin konu. Þetta er eitthvað svona kvöldpodcast. Þannig að þetta kemur alltaf inn eða kvöldin á sunnudum og ég hlusta alltaf bara á þetta þá og mér finnst það bara að virka, sko. Eitthvað svona, já, hérna. Það er hann Mattías að spá. Hann er bara að fikta í hljóðborðinu. Hann ætlar að vera DJ í framtíðinni. Svens. Hvað er hann Sven að gera núna? Sven. Hann er loksins farinn að taka nikotínið. Hei strákar, ég verð að segja ykkur eitt. Ég fann í alvörunni nikotín á miðri götu bara nálægt þínu húsi sem ég ætla að segja ykkur hvaða heimilisfangið er. Ok, afsakið, það ekki það áhugavert? Nei. Þetta er bara nikotín. Já, ég myndi vera svona, það ef þetta verður eitthvað kókain eða eitthvað. Mamma mín fann einu sinni fullt af sprautu með blóði inn í hjá þarna óháða söfnu. Já, þetta var bara bóluefnið. Það var ekki bóluefnið, það var Jú. Þetta voru Nei, þeir eru bankaræningar hjá blóðbankanum. Já, en talandi þetta. Ok, Maggi, smástu þegið það aðeins, askið. Já. Já, en hérna, hvað, er það trist þessum óhugavert? Það eru bara með einhverjar sprautur og er ekkert að þýða. Oh my god. Ég held að Maggi tristi bara ekki einhverjum sem trúa á Hvað er hann góði prestu núna að gera? Góði? Ó já, þetta er enga grín. Já, en samt ekki. Þetta var karakter í sketsáttinu sem við gerum fyrir mörgum árum. HGX-arannir. Árið 2018. Ég skal útskýra þetta. Ég kom saman með nafnið á karakternum, sko. Það hétt bara Dúddi. Já, Dúddi. Þú veist ekki að hann er góði. Það er í alvörinu rópi, heyrðu þetta. Já, ekki góði prestur er bara gott nafn. Góði prestur. Herðu, en eitt. Ég treysti einhver sem heitir Góði. Sko, áhorfendur, ég er með svolítið sorglega fréttir. Það gæti kannski orða að við verðum ekki með þætti hverri viku vegna því Kompa er rosalega vinsæl. Og það er bara búið að fullbóka mjög mikið að dögum og ég er núna bara að bóka tíma bara næstu 5 vikurnar. Já, líka við getum það ekki líka í næstu viku. Ég er að fara í sumarbústað. Alla vikuna. Líkum helgina. Já, ég held að ég náðu mér því. Heldur þú að ég sé bara að fara að vera í svona 2 daga á þessum sumarbústað? Nei, ég er spáð síst alla vikuna síst. Nei, ég verð ekki alla vikuna. Hvenær kemurðu eftir heim? Ég fer nú
í háskóla unga fólksins. Já, við getum tekið, það ekki allan daginn. Ég fer 21. júní. Já, þetta voru persónulega upplýsingar. Þá þarf ég að afbóka tíman 22. júní. Já, það er að fara að missa út fullt af bóka tíma 22. Ég er ekki að fara heim 22. Nei, ég þarf að afbóka. Já. Það er nefnilega allt í vitleysu. Það er búin að afbóka næstu 15 daga eða eitthvað. Ég er búin að bóka fullt og veit ekki hvað þeir eru lausir. Það er svo fyndið að fólk svo er allir að fara til Bandaríkjanna og bara allir í bóluefninu og bara allt í rugli. Þegar COVID er búið, hvað verða margir túristar? Það þarf líka bara að opna nýja konti. Ef þið þekkir mig, þá vitið þið að ég algjörlega hata túristana. En við erum búin að vera í 15 mínútur. Já, hverjum ekki saman. Já, það er svo gott í 80s, þið vitið. Ég held að fólk á eftir að kvarta yfir þessu, Mattías, að þú hati túrista. Í fyrsta lagi, þetta var eiginlega grín, en í öðru lagi þá er ég bara... Menn þið hvernig það var í 80s, þegar það var bara... Fyrir 80s? Ég man ekki eftir það var 80s, ég var náttúrulega ekki fætt. Kíktarna á bókina hvað gerist á Íslandi 1983. En þú veist, það var bara allt í, það voru bara, maður sem þetta er túristi. Það voru allir bara, þetta er túristi. Það var bara skrítið þess að túrista meðri. Þannig var þetta í COVID. Þetta er túristi. Ég segi ykkur, mér langar svo mikið að búa í Reykjavík 1960. Já, mött. Já, þegar allir voru að kóka inninu og fyllir í hennu og allir í vímöfnum. Nei, það var bara þá voru eitthvað viðbyggingar til að kvartunda. Einmitt! Það voru eitthvað viðbyggingar. Já. Þú hefur ekki til að kvarta. Ég var frekar til að lífa svona 1940. Og núna skulum við fara yfir í alvörunni rökræður með matta. Nei, 1960 þá er komið fellakverð. Þá er það verið ljó. Þú bara skilur ekki neitt, Maggi. 1940 og 30 það er bara lífið blóm, sko. Já. Nei, það er komið ný sundhöll á Akranesi. Djöfugl væri ég til í að búa í Þýskalandi árið 1904. Nei, bara grínast. Þú veit það hvað ég dreymdi bara fyrir 2 dögum. Við vorum að fara með skólanum. Nei, þetta tengist Guðjón Samúelssyni. Mér dreymdi að við vorum að fara í ferð með skólanum í Sundhöll Keflavíkur og það var ennþá sundlaugna og við vorum alltaf, hvenær verður hún rifin? Ég ætla að senda hérna hvenær og þá fór ég þegar ég alltaf að fara í bíltúr bara einhvern veginn að skoða hvort hann sé ekki búin að rífa hana, sko. Kannski, ég var bara dálítið spennt. Já, ég var að fara í rökræður. Nei, býtu. Áðan var að tala 80s. Já, 80s, nú er skemmt. Já, og... Hvað er að gera? Það er rífið. Ég ekki að segja 80s söguna. Þetta var borðið. Hvað ert að gera? Arnmundur, farðu úr helvítiskompunni núna! Skrimslið þitt! Þetta er bara kennaratíkja. Þetta alltaf að vera límt við borðið. En já, 80s. Ég og Maggi vorum með leik. Ekki. Ok. Það sem var kallið með 80s. Og það er allt. Og hún var líka, var hann ekki fréttamaður eða eitthvað? Jú, okay. Hún var fréttamaður sem er 80s. Hvað er eitthvað vandræðilegt að segja þetta? Var fréttamaður sem er 80s. Það er allt. Og þetta er frekar alltaf grín að segja alltaf svona já, hver aftur, já, með 80s, já, það var góð tímabil þegar við erum alveg að tala um hvað. Ég finnum bara í röklæðar eða ekki. Jú, er það ekki ég og Arnmundur? Nei, mér langar samt aðeins að segja, mér finnst svo skemmtilegt hvernig fólk er í alveg að kvarta yfir okkur á netinu með þetta podcast. Það veit maður að það er eitthvað að hlusta. Það eru góðar fréttir. Þess að fólk er í alvörinni að hlusta á okkur. Haldið áfram að kvarta. En það þýðir samt ekki að við eigum að láta það vera. Þá eigum við að laga þessu vandamál og ef við gerum það ekki þá mun fólk hægt að hlusta á okkur. Og það, göðu mínur og herrar, eru vondar fréttir. Og ef það vantar eitthvað, sendið okkur í gegnum skilaboð á Instagram og AFTV eða sendið okkur bara í gegnum tölvupóst aftvtvshows@gmail.com. En ok, fyrir bara rökra, við þurfum að fá okkar þetta skráðina. Við þurfum að blæra 20 mínútur. Já, kannski að fá intróið.
Þeir eru ekki slottu hjá ykkur tveimur. Ok, já, eru þið tilbúinir eða eitthvað? Já, 1, 2 og nú. Já, góðan daginn, þarna fyllibittan þín. Hvað meinarðu? Já, ég bara búin að fá nóg af þessari helvítis vímuefnaframleiðslu þarna í kjallaranum. Hvað meinarðu? Halló, þetta Sigrún. Ég bý hérna með þér í Æsufellinu. Ég bý hérna í næstu íbúð. Já. Hei, Sigrún. Ég orðin gömul kona og ég búin að fá nóg af því hvernig þú ert alltaf að röfla með eitthvað partí þessum þú ert eitthvað að skeina kærustunni og svo situr þetta allt saman eitthvað og allt í vitleysu. Ég algjörlega búin að fá nóg af þessu. Þetta blokkar íbúð Æsufellið fyrir gamalt fólk. Ég í kóma hérna. Og mér finnst óþolandi hvernig þú tvítugi úlinga litla væluskjóða vímuefna krakkinn þinn ert alltaf þarna að drekka Coca-Cola Light, alltaf að taka eitthvað fíkniefni og alltaf að vera eitthvað að hlusta á eldalag á YouTube. Veist það, ég bara að fá nóg að þessari vitleysu. Getur þú hringt þegar og þú geymir rusl í samegninni frammi. Heldur þú sér eitthvað betri? Nei, veistu það, ég daginn með þess að þetta er svo alvarlegt. Daginn þá var ég þarna frammi. Ég ætlaði nú bara að fara inn í íbúðuna mína. Veistu hvað ég sá fram á gangi? Hvað sástu? Veistu það? Nei. Þetta var svo viðbjóðslegt. Þetta hérna var hár. Þú varst eitthvað ertu með kött? Það var hár þarna á gólfinu. Hvað, varst að klippa hár? Hvað er að þér? Já, en ert þú eitthvað betri? Þú ert rotta þín. Ketti. Rotta? Þú ert rotta. Nei, en þú ert með 6 ketti. Þú ert rotta sem lifir okkur Burger King veitingastað. Þú ert eitthvað rotta á Burger King veitingastað sem er að spjalla með vinum þínum í þessu Breiðholti. Heyrðu Sigrún, hvað er ekki að halda fram í mömmu? Hæ? Er það að halda fram í mömmu? Já, ég er í kóma. Herðu, og af hverju kauftur mér þessa góðu íbúð? Áttu nú mikið pening til að fá svona góða íbúð í Æsufellinu? Já. Það halda fram í mömmu? Nei, ég er að tala ég er heimiliskötturinn hérna. Ég er að tala við þennan Ingvar sem býr hérna í næstu ísbúð. Þessi hór slefandi freknu haus sem ég er alveg búin að fá nóg af. Já, svo ert þú alltaf að hlusta á útvarpssögu með 60% hljóði. Það heyrist alla blokkina. Já, er það ekki allt í lagi? Já, og svo ertu að horfa á Ingvar Hrafn allan sólarhringinn. Já, og hvað með það? Hann er nú svolítið sexy. Beint á veggnum. Heyrðu mig nú. Á veggnum sem er svo daufur að það heyrist hljóð í gegnum hann. Já, og heyrðu mig nú. Ég var þá er ég að ganga út alla blokkina með undirskriftalista að INN átti að byrja aftur og þú neitaðir þér að skrifa undir. Ég er bara á móti INN. Mér finnst Ingvar Hrafn vera rasisti. Hörðu, ég ætla að reka þig út. Mér langar ekki svo. Ert þú húsvörðurinn? Hörðu, þú ert litli grái fíll mátt deyja. Vertu blessaður. Það er býttu. Bæjó. Helvíti skömmlu konunar. Já. Það var ágætt. Ok, þetta heppnaðist ágætlega bara. Þetta bara gekk vel. Miklu betra dúó heldur en ég og Maggi. Það er alveg rétt. En þarna, Maggi. Já. Þú veist hvað kóma er það ekki? Já, ég veit. Ég var aðeins að bulla en... Já. Verður hann þess að vanda þig? Já. Nei, ég veit að ég myndi eiginlega hann var nýkomin úr kóma. Nýkomin úr kóma. Ég held hann ég heyrði þið var að tala Ég sagði ég er í kóma. Áðan þá heyrði ég að hann ætti að vera alveg alveg steinskakkur og ætla stíða eitthvað. Já, ég hætti það. Gerði þetta ekki ég fyndið þess mér.
Jú, það var að fyndnara sko. Ég var svona að reyna að búa til eitthvað persónu sem ég var að reyna að lýsa mér, þú vildir ekki taka undir það. Þetta var bara algjört slá í spýtu komedía. Ég var að prófa þetta þarna, prófum bara að snakkast þarna lið, þarna bíómyndalið. Ef þú kannski geima hann aðeins, tökum ekki reglið. Nei, en ég ger það bara núna. Ég er ekki alveg tilbúin strax. No, ok. Ég get líka að gera sko alveg. Já, þú getur byrjað. Já, gerum bara núna lið. Gera hvað? Já, þetta nýr pröfulið sem við ætlum að prófa. Kvikmynda eitthvað. Það sem eru að lýsa Já, ég ætla að útskýra þetta bara. Útskýrið. Ok, liðurinn virka þannig að einn kemur með sögu eða afsökun sem er í alvöru plottið og einhverju kvikmynd eða fyrsta þætti einhverja seríu og hann þarf að setja karakterinn sem er þú sjálfur. Hvað er þetta þýst? Þættir sem eru þýst sem eru með sögu í gegnum allt eins og ég veit ekki fucking hérna. Ok, sleppum bara þáttum, höfum bara kvikmyndir. Höfum bara kvikmyndir og hérna. Já. Þú þarf svona að lýsa nóg meðan við bara vera að giska af og til hvað þetta er ef við höfum hugmyndir um það. Og þetta þarf að vera svona frekar langt alveg. Ok, ég er hvað ég ætla að gera en ekki hugsa hérna. Hvað var ég eftir að fara að gera afskil? Ég get líka að byrja. Ok. Komdu hingað vinu minn í smásálin. Komdu hérna vinu minn í smásálin. Komdu hérna vinu minn. Komdu hérna vinu minn í smásálin. Komdu hérna vinu minn í fucking smásálin. Já. Drífum okkur í þetta. Ok, Maggi, byrja þú bara. Úlfur, nummer 1. Ekki tala bara. Við erum að gíska kvikmynd. Ok, já, góðan daginn. Velkomin í starfsviðtalið. Já. Útskýrst þetta seinnilega? Já, afsakið hérna. Ég var bara að lifa ógeðslega fátækt og ég var sendur á einhverja hérna íþróttaleik sem ég ætti að drepa alla hina. Hunger Games. Já, með þetta strax. Það var ólétt kannski, en þetta var mjög létt. Já, ok, Matti núna. Þetta var mjög stutt. Ég veit það. Þau hefði kannski hægt að lýsa sig aðeins nákvæmlega. Veistu hvað, ég ætla að gera Forrest Gump en þið myndi ná því strax, held ég. Já, hvað með ekki hana bara? Ok, ég er með hana. Ok, heyrðu, af hverju ertu svona sinn? Já, afsaki, það var smá vandamál nefnilega. Ég fór nefnilega upp í sveit. Það var bara þýst með krakkana mína. Þetta Stella í Ólafi? Þetta Stella í Ólafi. Já. En þú ert ekki Stella. Úlfur, ég held að komið til að segja þér lindamál. Stella í Ólafi. Ég var Stella. Stella í Ólafi. Við hefðum að ná þess að myndband. Já, og Instagram story. Þetta er bókasafn. Oh my god. Þetta er bókasafn. Hallu. Úlfur, hann er svo. Oh my god. Já, ég kann ekki bara fara beint í auglýsingarhlið. Nei, Matti. Ok, við erum bara að spjalla smá hérna. Já, ég ætla að ná í. Hann fór út í lyftuna, þetta gengur ekki lengur. Ég sagði, Úlfur hefði frekar eftir að taka chillpill, sko, ekki ég. Já. Úlfur þetta að gera þetta með gríni. Já, og þið tveir ætti bara að gera. Já. Þannig er nú það. Sko, litli bróðir minn, hann er bara komið fóbíu fyrir mér. Já, sem byrð fyrst. Já, sko, eftir að ég guppaði í bílnum, síðan þá hefur hann bara látið eins og ég sé eitthvað ótrúlega skrítið eitthvað. Bara, hann fer í eitthvað sjokk þegar ég guppa. Er það? Það er eitthvað ótrúlega skrítið. Sko. En þarna, ég er núna með heilanum þarna lagi Svartklæddu karlarnir. Já. Þú veist, hafið þessi myndir á Men in Black? Nei, þetta er Spekstofan. Já. Úlfur er komin aftur. Ég er að fagna fyrir Spekstofunni. Já, þarna vegna þess að þemalæð í Men in Black, það er svona Here come the Men in Black. Spekstofan, þau Örn Árnason, hann söng svo íslensku svona Svartklæddu karlarnir. Hvað misti ég af? Við erum flottastir, já, langflottastir. Svartklæddu karlarnir, það eru Geir og Grani. Hvað misti ég af? Svartklæddu karlarnir. Já,
tala Spaugstofu útgáfa menn svartklæddu karlarnir. Svitalfíla á fucking popsokknum mínum. Já, það var þú veist að hlaupa það var svo að vera að taka eitthvað ég og að hlaupa út allt eitthvað. Já, ég var reyndar sko að taka enn eitt liftutúrin sko. Já, í algjör vímöfni. Já, Úlfur, þú ætti kannski að Nei, gaman engin leiðindi hætta. Nei. Herru, hvaða dagsfélagið eigum eftir? Við eigum eftir var ekki verið að segja hvernig það var svo rosalega mikill kaos? Jú, við þurfum að róa okkur mjög mikið. En dagsfélagið sem við eigum eftir er auglýsingahlé. Róa okkur auglýsingahlé. Auglýsingahlé Þeir og Satt og Símat. Já, við hættum með lið. Við hættum með símaspjall. Já, en sko ástæðan fyrir mig langar að byrja með þetta er vegna þess að ég hlustaði ekki á eitthvað svona sem var svona svipað símaspjall. En þarna voru þetta fullorðnir sem var að hringi og það var skemmtilegt. En að hringi börn bara ekki skemmtilegt. Já, alveg rétt. Börnin eru leiðilegi spjall. Ég var bara að taka eitthvað eins og auglýsingahlé. Eigum við ekki að taka myndir fyrir 1 milljón? Já, ég er búin að gleyma því. Gerum það bara. Segir satt líka. Förum bara í myndir fyrir 1 milljón. Ok, ég er ekki komin eftir. Nei, ég er alltaf bara. Ég þarf að byrja hvað sem er svona. Já. Ok, þannig að myndu þið fyrir 1 milljón leika í Matrix, nýri Matrix mynd, en þið þurfið að gera þarna eins vond Yoda impression. Impression, hvað er ég að hugsa núna? Eins vond Yoda, að leika Yoda eins illa og hægt en enginn veit að því og alla Matrix Ég góður að leika Yoda Já, ég hef ekki séð þeim Matrix. Ég er alveg til sama, þetta er ný mynd. Já, ég myndi gera það. Ég myndi gera það. Ég ætti sem bara fyrir 1 milljón. En Armundur, því þú myndir ekki segja neinum að fara að gera, þú bara myndir gera það. Já, ég myndi samt gera það. Þú veist, og allir myndi að þú verður bara að gera það fíbli. Jóta, graður Sorry, þetta er bara svo fyndið að gera svo hluti með Jóta. Bara, hei, viltu leika í kvikmynd? Ég myndi alltaf segja bara, já, auðvitað. Hvað þú þyrst, Armundur, þú þarft að líka ótrúlega illa blá og grínugatek. Já, ég myndi alveg gera. En þið? Ég tek ekki rauðu, ég taka blá. En þið, Úlfur, myndið þú gera það? Úlfur, myndið þú gera það? Ég get ímyndað með Yoda í The Hot Ones. Úlfur, myndið þú gera það? Þú hendur bara með Yoda. Úlfur, myndið þú gera það? Myndi ég leika Yoda ógeðslega illa? Já. Ég get ekki leikið Yoda ógeðslega illa, ég get bara leikið hann. Ok, Úlfur. En já, hvað með Too Hot to Handle með Yoda? Já. Hvað með Too Hot to Handle með Yoda? Hann er bara með ógeðslega saggy tits, maður. Já, ok, ég skal gera næst. Handle Too Hot to. Ok, myndið þið fyrir 1 milljón myndið þið fyrir sleikja pungin og enga bauir. Myndið þið fyrir 1 milljón farið sleik við Matta Matt? Já, ég myndi farið sleik við nafna minn Matta Matt. Hvað með Matta Matt? Já, ég myndi fara í sleik við Matta Matt. Ég myndi það fyrir 1 milljón. Ég myndi fara í sleik. Já, fyrir 1 milljón, það verður svo auðvelt, maður. Já, þú myndi gera það bara fyrir 0 krónur. Ég vissum að Matti er góðu kissar, sko. Hann hefur farið í trekant með fucking Steinda og hvað svo þessi... Ágúst Bent. Já, Ágúst Bent. Leikstjórinn af Steindunum okkar og Stipstöðunum. Ég held að þegar maður var að fara í sleik við hérna Matta Matt, þá var það bara hérna að segja fara í sleik við Matta Matt. Alltaf ekki, en mér langar að vita hvað annað ætti maður að segja hérna. Já, ég sko, fara í sleik hann getur tala óslega vel aftur á bak Matta Matt. Já, en þarna Maggi myndir gera það. Nei, ég myndi ekki. Úli, hvað ætlað þú að segja? Myndið þið taka þáttamarathon af öllum stundin okkar ever?
Nei. Síðan 1966. Bara með þetta sko fokkin brúðnar. Bara svona, halló krakkar. Þetta er makkar. Það var að borða fisk þess að það svo mikið vítamín. Nei. Ég segi nei. Borða fisk ég geta. Þetta var í alvörunni gott. Úlfur, vegna þetta er erfitt. Þetta var og bara ég líka með erfitt bara, sko. Nei, aldrei Ok, ég er með mjög gott sko. Já. Ok, þetta er bara mjög erfitt og jafnvel tilfinningalegt. Myndið þið fyrir milljón hætta með karlakofan? Nei. Já. Ég myndi bara Já. Sem myndi bara heita eitthvað. Sem myndi eitthvað svona klefakarlinn. Karlakofin. Karlakofin. Já. Þá mætti aldrei aftur gera podcast. Nei. Ok, já, samt. Nei. Gerðu ekki bara búin Það er gaman að gera podcast. Þátt að svo spjöll. Heldur en að fara í dvergakast. Ok, syngið Dabbi hérna. Dabbi kongur. Ég er vinur hans og saman við ráðum öllu hér. Stjórnarandstaðan lemur ekki fast, samt getur verið gaman að fara í dvergakast. Steingrímur, Össur og hvað er þetta að heita og Samfylkingin eitthvað Syngdu þeir makka saman og Ingibjörg Sólrún ráða með rocknir og skýtur því frá þeir makka saman Við verðum ekki ráða með rocknir ok, setjum bara þeir makka saman í gangin Já, gerum það Jóhanna Vigdís er samt best í þessu Þetta mennur Jóhanna Sigurðardóttir ég myndi just Jóhanna Vigdís Arnardóttir er Hjaltadóttir Ég rugla öllum Jóhannum saman Ég fylgja henni Jóhannu sem var með okkur Rugla saman Jóhannum og Vigdísu En Magarena Þetta er íslensk grínatgáfa Magarena sem var í skaupinu 96 og þetta var eitthvað með pólitíku svona hlustum á þetta Ok, Akkur er þetta ekki virka? Hérna Þessi dans er staði mjög skapi Þetta hannaðu til að fyrra flokkin tapi Ég fæ samt ekki minn skatt Í fórustu sveit var konur ekki að vera Þeir makka og hlakka Við hvað þeir hafa margt fram okkur til að bera Ráða með róknir á rauðu teppisbleri Hafa sumir fagur dýrrætti en aðrir skýrlega heli Alvestu fjandmenn og fyrir segir framan Þeir makka saman Hafðu engar áhyggjur af flokknum Þessum flokki sem hér þjóðvaki Ég vil hann ekki, þola hann ekki Hann er ekki til neins og ég Hvað ætti ég svo sem að gera? Ég rakst á flokkin í heild sinni Í tímaklefa með vinur sínum úr alþýðuflokknum Sem voru svo sætir Ráða með róknir á rauðu teppisbleri Hafa sumir fagur dýrrætti en aðrir skýrlega heli Alvestu fjandmenn og fyrir segir framan Þeir makka saman Makka saman Heilbrigðismál valda heilsu minni tjóni Meðan lífi haldið í hverju meðaljóni Ég lafi þó ég hafi fengið Nú að verða skítardjópi hér á fróni Ráða með róknir á rauðu teppisbleri Hafa sumir fagur dýrrætti en aðrir skýrlega heli Alvestu fjandmenn og fyrir segir framan Þeir makka saman Ráða með róknir á rauðu teppisbleri Hafa sumir fagur dýrrætti en aðrir skýrlega heli Alvestu fjandmenn og fyrir segir framan Þeir makka saman Bara svo þið vitið að þetta var Guffi á e-pillum þarna í endanum Þetta var geðveikt lamað Þetta var ekki Dabbi kongur, þetta var Guffi á e-pillum Mitt Þeir makka þetta saman á YouTube Já, þetta er rásandi menning Finna þetta menning eitthvað Ég skal bara segja hvað Þetta sveitalíf er ævintýr Já, alveg þögg strákar mínir Skrifið þið lokalagið áramótaskaupið 1996 Það er held ég nóg bara Já Ok Herðu, það eru komin að 40 mínútur sko Já, við verðum bara að gera ykkur sko Já, förum í Hvað fari?
Ég búin að sleppa Nei, við þurfum að fara í auglýsingar. Sleppa hjá Förum í auglýsingar. Matti út. Mér langar ekki að kveða eftir 20 mínútur. Mér langar að halda áfram. Já, þetta er svo gaman. Ok, við þurfum að finna hverju mat. Nei. Ok, hvað eigum við að gefa Matta? Við verðum að gera eitthvað einhverja uppfinningu. 2 harðir Þetta er FM 95 blöðlæð. Einhverja uppfinningu. Já, hann er fyrir baki sko. Einhverja uppfinningu. Gerum þarna grjónagrauts eitthvað. Grjónagrautsbrennaran. Nei, grjónagrauts eitthvað. Grjónagrautslitarin. Ok, alltaf læg. Grjónagrautslitarin gerir allan grjónagraut feit ógeðslegan. Já. Matti, þetta tók ekki langa tíma, Mattías, svo mátt koma aftur inn. Þannig, Mattías, þetta er grjónagrautslitari sem gerir allt ógeðslegt. Ok. Já, mér líst nú að þetta sko. Let's go, wow. Já, kannski að segja í okkur. Rúmfattalagurinn, besti rúmfattalagur í bænum. Rúmfattalagurinn Skeifunni. Húsgagnakvöllin komin á Akureyri. Komið núna 20% afsláttur. Grjónagrautslítarinn, viltu hann gulan, þetta piss, eða hvað sem eins og kannski brotna drauma barnana. Ég veit ekki nefnilega hvað ég að gera, ég nefnilega bara að spinna. Munið að allt sem þið gerið verður mjög vont, en sérstaklega að þið gerið bleikan grjónagraut, þá verður þetta sérstaklega vont. En muniði að allt sem þið gerið alveg hræðilegt og þið munið líklega gubba fitu. Þetta er allt fengið frá orkuverun, öll orkan í þessu fengin frá orkuverun á Akureyri sem Jóhannes Andersson vann í árið 1984. En munið áður en ég fer, hann langar mig að segja ykkur, grjónagrautslítarinn 3000, kaupið þetta eða ég býta úr ykkur tennurnar. Takk fyrir, grjónagrautslítarinn 3000. Grjónagrautslítarinn 3000. Þetta er ekki búið. Afsakið hérna, konan mín komin í settið. Þetta er ekki búið. Afsakið hinn komin í settið. Grjónagrautslítarinn 3000. Okay. Já, Úlfur hjálpaði. Já. Þetta var svona. Þetta var ekkert sérstakt. Betra en Tom Cruise garðurinn, bara aðeins. Þetta var miklu betra en Tom Cruise garðurinn. Bara aðeins. Þetta var ekkert mjög gott. Hvað finnst við Tom Cruise? Hvað finnst við? Hvað var þetta svona? Var ekki eitthvað eitt grein sem bara svona við Tom Cruise það bara svona. Já, maður gæti fengið að snerta fituhárun hans í rússíbananum. Ságar, má ég aðeins kom með svona spunaflokk. Þið veitir, eins og þarna hluti sem ég stakk upp í raskatum mitt. Nei, þetta er ekki alveg eins. Þetta er alls ekki eins. Þetta eru bara, þetta kallast lélegt uppistand. Ok. Þannig að við ætlum allir að skiptast á að segja alveg hörmulega brandara. Ok, má ég byrja þetta, má ég kynna þetta bara svona mjög stund. Ok, alltaf leið. Vertu svona eins og versti Jóhann Alfreð sem þú getur leikið. Já, takk fyrir þetta, Ron Jeremy Súldasri. Við hérna á skemmtistarur Krókatillin Fjóti, þá erum við að með uppstandshópin krakkarnir. Klappi fyrir krökkunum, já. Ok, fyrsti Halldór Margrétarsson. Er það ég? Já. Ok, gerum þetta aðeins aftur. Við verðum aðeins að breyta. Við verðum að setja á þarna hlátustótið. Ok. Já, það.
fucking hættu þessu. Ok, alltaf læg, þarna, ok. Ertu að tala um mig? Nei, þú tala... Já, við erum að tala um þig. Það hláturinn. Við eigum að nota hláturinn. Svona. Þetta voða kaltænislegt maður. Eru þið ennþá að hlæja? Þetta voða. Þetta dálítið sorglegt verð ég að segja. Ok, núna næstu Baldur Levi. Fáum hann á svið. Vitið þið af hverju popfilterar heita popfilterar? Nú, það er einföld ástæði fyrir því. Af því árið 1724 voru það algengasta leiðin fyrir konur að poppa pop á popfilterum. Þetta var rosalega fínt. Já, takk fyrir þetta, en næst skulum við koma að síðasta uppistandurinn okkar, Sigga Kling. Ekki Sigga Kling, heldur Siggi Kling. Þetta er bróðir hennar. Vitið af hverju netusmjör heitir netusmjör? Það er vegna þess að það eru netur í uppskriftinni. Já, en við viljum þakka þessum krökkum eins og þau kalla sig og en núna krokodílinn fljúgandi hefur aldrei fengið svona góða uppistandara en núna ætlum við að fá Ron Jeremy aftur, viltu súla þetta fyrir okkur? Baby, strákar. Ættu við ekki að flokka hlaðvarp sem tónlistarhlaðvarp? Já, það ekki. Hvað eru mínúturnar, Matti? Setu bara fucking señorita-lagi. I love you when you call me. Við þurfum að fara yfir í segir og satt núna. Já, ok. Hverjir eru með sögu? Ég er ekki með sögu. Ég dælaði mér að hugsa. Ok, það kom að Matta. Ok, alltaf. Byrjum. Í gær, þá borðaði ég svo mikið harðfisk á kleinum að ég gubbaði næstu því. Tími, hvað varstu að gera í gær? Ég segi... Veitu, af hverju? Hvað varstu að gera? Ok, þannig ég fekk mér harðfisk og ég elska harðfisk og kleinur, og ég borðaði svona 2 kleinur og svona kíló af harðfisk og þetta var svo rosalega mikið, ég gubbaði næstu því mín. Þetta er svo ótrúanlegt að þetta er satt. Ég ætla að segja mattalegt, sko. Ég ætla að segja logið. Já, ég ætla líka að segja þetta sé logið. Þetta var satt. Ok. Ég er ekki að grína, sko. Ég náði rétt. Ok, ég kom með. Vil ég það frekar í Ok, ég ætla núna að segja, þetta tengist líka mat. Ok, ég. Einu sinni, það var ekki til neitt að borða heima hjá mér. Nema... Ekkert að borða með arbuti! Nema ristað brauð, það ég fekk mér ristað brauð og það var ekki smjörða neitt. Þannig ég ætla ekki að fá mér hrátt. Þannig ég fekk mér það með barbecue-sósi. Það var mjög ógeðslegt. Þetta hljómar eins og eitthvað satt. Á hvað að setja svona barbecue-sósi. Ok, ég hef með spurningu. Hvað varstu gamall? Þetta var svona 2 ár síðan kannski. 2 ár síðan? Þú varst ungur, varst ekki svona 30 ára þá? Ég var svona kannski 10 ára. Armendir er náttúrulega 5 ára. Nei, ég var svona 97. En þarna... Hvað gerist árið 97? Já, er þarna, já. Ég ætla að setja hlátur í gangi. Hvað er þið að segja um þetta? Já, ég ætla að segja þetta sé satt, en... Úlur, hvað er það að segja? Ég ætla að segja logið. Ég ætla að segja logið. Þetta var satt. Þetta hefði verið gott, sko. Gerðir þú þetta? Já. Út okkur við bara ekki borða. Gerðir þú þetta 11 ára? Já, eitthvað þannig.
Setturðu barbecue sósu? Já. Í hvað aftur? Ristabrauð. Setturðu barbecue sósu í ristabrauð 11 ára? Ég myndi bara borða sátt, sko. Og mér finnst þetta mjög lýsandi því ég hef séð því Ok, núna komið að mér. Já, það út að take away. En núna komið að mér. Sér held ég take away stær. Ég get líka að tekja á undan ef þú ert ekki tilbúin. Það núna, ég tilbúin. Ok, flott. Einu sinni þegar ég var að koma úr skólanum, ég bjó ennþá á Háteigsvegi 3 og allt og persónlegar upplýsingar. Já, Úlfur hann byrði núna í þverhaldi 3. Nei, djók, Úlfur hann byrði í einhaldi 3. En þarna Djók, hann byrði í hlýðarhaldi 3. En þarna, já, ég Og það sjónvarp með Úlfur, endilega ræni. Þannig að ég hafði ekki neina svona lykla. Það var ég alltaf svona að syngja nema enginn var heima. Og ég veist ekki hvar foreldra mínu voru. Það brist inn bara. Nei, þannig að ég bara fór að gráta hjá þarna dyrunum. Aftur ég fyrir að hlæja, hjá húsinu. Svo kemur einhver maður svona með svona derhúfu og með svona skegg og eitthvað svona þannig. Og hann spurði mig hvort að hann ekki. Og hann þarna bað mig upp á kampavín. Okay. En þarna Ok, ég skal læta Má ég aðeins prófa eitt? Ok, já Þetta passaði rosalega vel, sko Hvað var sett út að gera? Já, og þarna hann svona allt í lagi og eitthvað svona Foreldra mínu vil ekki ringja. Vil ekki svara mér. Og þarna og ég bara í algjöru panikatakki, sko. Og þá bara maðurinn eitthvað svona hvað númeri hjá mömmuðinni? 8, ég ætla ekki að segja. Segðu bara eitthvað 1, 2 eitthvað 666. Ekki þeir númer mitt. Nei. Og þarna og oh my god, þetta var alltaf augljóst, Mattías. En þarna Ok, afsakið, en það svona 9.000 valmöguleikar En þarna Ég ætla að segja það bara ég veit hvað Strákar, leiðu mér að hætta áfram, oh my god. En þarna Já, ok, sko, þetta ástæðan fyrir af hverju allir að hætta að hlusta. Já, þetta er góð. Þetta ástæðan fyrir kvörtununum. Já, ok, veistu hvað, við fyrir maður að setja okkur lingamann, ok? Ok, svona. Já, hvað gerði því þessu? Slagir. Já, þú þetta símanúmer. Byrjum þetta bara. Sagði símanúmerið. Þannig að, þarna, ég var eitthvað svona, ég sagði númerið hjá þessum gæja og þarna, hann reyndi að hringja í hana nema hún svaraði ekki. Þá spurði hann mig svona þarna, hei, viltu ekki bara koma heim til mín á meðan? Og þarna, þá sagði ég svona nei. Og þarna, og það þarna bara eitthvað svona, heyrðu, ég get ekki gert neitt. Og þá bara fór hann í burtu. Sko, mér fannst þetta hljóma satt í byrjun eitthvað, Úlfur að týna lyklum Ok, reyndar eitt, Úlfur myndi ekki vita númer hjá foreldrum. Já, það var það sem ég var að hugsa og það væri bara aðeins að sjálfgeta þeim til að vill ég bara koma til mín og fá einhver nammi og rífum Mér finnst það reyndar raunhæft, sko, var hann ekki, hvað varstu gammal? Í 3. bekk? Þetta var svona fyrsta Úlfur mann síman og ég foreldri þínum, nei, glætan og Úlfur, eitthvað gæi sem kem, eitthvað barnan einhver að byrja heim til sín, nei. Ég ætla að segja Logið. Ég ætla að segja Logið Bergman. Logið. Hvað varstu gammal? Ég var eitthvað svona, þetta var eitthvað svona þegar ég var nýbyrjar í grunnskóla. Já, ég ætla að segja þetta sé satt. Þetta var satt. Manstu bara símanum ég var foreldri? Já, minnst þú var ekki þetta? Og hvað var þetta bara eitthvað barnan einhver eða vill ég bara koma á ríða? Hann sagði þetta ekki svona, hann sagði alvarlegur, viltu ekki bara koma heim til mín Já, þetta var alveg góð sæ. Já, en já, þetta sem er barbíkju dæmið, þetta er því að þetta var alltaf svona, já, ég var með eitthvað að sögja. Já, eins gott að ég sagði nei, sko. Já, herðu, en Magnús, þetta var eitthvað vont hjá þér. Nei, ég er enda með frekar að finna sögur, sko. Já, var ekki fóreldrar eitthvað að hjálpa þér með? Eins og mitt var ekki nógu fyndið var. Þú ert enda með mjög mikið af svona góðum sög, það er mikið gæst þykir eiginlega. En ásöðu. En hérna, ok, þetta er mjög stutt, en þegar ég var í svona 3. 4. bekk, gleymdi ég
2 sundskýlum í sundhöllinni og sömu vikunni týndi ég 2 sundskýlum. Man eftir þessu Ég svo sveppa krulli hérna skýta í Fossvoginum. Ég verð að gera grína þér að þetta ég svo Stína Junior pissa á klónbrotum. Ég er stoltur af því Ég er svo sveppa að vera í sáláti á þannig að sundleginni. En þarna þetta er Borgarnesi. satt. Þetta er mjög makkalegt. Satt. Og líka ég var að spyrja foreldra mína. Logis. Satt. Þetta er satt. Satt. Hvað er þetta? Þetta er satt. Flott. Maggi verður að horfa á mig. Við getum hvort að heyrist í mig hérna, sko. Ég er að gleða. Ég heyr allir við þér. Þannig að Ég ætla að standa núna. Ég varð illt í eiran út af sjálfu mér. við erum bara eftir símat. Ég er þreyttur á Sergio. Við erum svona búin að ákveða hvernig við ætlum að taka. Ég segi við tökum eitthvað fyrirtæki, sko. Já, við erum að spila hérna apótekarinn, ekki? Já, Livja. Hvað er þetta lyfji? Leita sig hún. Ég finn ekki fyrir punktinu á Hvernig var að mér. taka? Ég skal fara með á punkturins. Gæst þú þetta? Ég finn ekki Já. fyrir punktinu á mér. Apótekarinn að lyfja. Mér líður eins og ég sé að snerta Já, kóngin á mér. Ég fæ svona gæsahúð í Apótekarinn alla viljið það hann myndi vöðvana taka þessu mína. grín eitthvað betur. Ég fæ gæsahúð í alla vöðvana mína. Ok, Maggi, þetta er komið hjá mér. Ok, slögt ég okkur. Núna er ég tilbúin? Er þetta apótekarinn? Já. Já. Býtum við þurfum að hækka hérna í... Holy shit, ég er stressaður. Ok, ok, Þau eiga Maggi, augljóslega eftir að svara, sko. Maggi, Og þetta er ekki fjölskyldumeðlimur. Já, hver er að fara að gera þetta? Ég er að fara að gera þetta. ok, tilbúin. 1, 2... Sambandi við skrifstofu Livja og Heilsu. Skrifstofan er opin alla virka daga milli 9 og 12. Þarna leið með Skrifstofan er opin milli 9 og 12. Hvað er prófum Ég núna? bara Livja. Livja. Reynda að finna Úlfur, eitthvað útibú. Veldu útibú. Úlfur, hvað ætlar að segja? Ég ætla að segja svona. Ég finn ekki fyrir punktinu á mér. Finn ekki Mér líður eins og ég sé að snerta bókin á litla aumatímpinu mínu. Það er svo Hvað, ég fengi viðkvæmt ég fæ lyfja- svona gæsahúð út um allan líka mann. Lyfja lágmúla. Já, mér er það, sko. Mér líst að þau myndi hafa það. Ok, lækkarsímyndir full skráning. Ok, hvað ætlar að segja? Ég finn ekki fyrir punktinu á mér. Vil ég eins og ekki að kona sagði eitthvað svona Vá, mér líður eins og rosalega mikið karllemba. Vá. Já, sammála. Ef ég ger eitthvað fyrir þess að ég finn Þetta er allt þér að kenna. Ok, Úlfur, Ég finn ekki þú fyrir tekur á þau allar Nefinu mínu. Ég held ég sé að fara. Okkar fóröldrum. Ég sagði nefið. Ég finn ekki fyrir nefinu. Bíddu, Það er strákar. svo fyndið. Erna, konan mín var svona, það bor upp í nefið mitt og Ok. ég finn ekki fyrir því. Ok, 1, 2 Nei, ég fara að sjá ná mig. Þau er bara það tilbúin. Úlfur, þú ert grínast í maður. Okay, Úlfur, svona yrði Hulli og allir þig gæðar fræg allt í lagi, með síma þetta. allt í lagi. Takk fyrir að hafa samband við Livju. Vinsamlegast athuguðu að símtalið kann að vera hljóðritað. Við bendum að Símtalið getur verið hljóðritað. Það er eitthvað sem ég þóra ekki að taka á Ég er þetta. eitthvað annað en... Hvað var Get ég fengið Ok, blakkat af Siggu Ok. Klagerbergabor. Get ég fengið Að gera eitthvað sem er ekki kynferðislegt. að borða gulrætur. Það er það sem ég er búin að plana. Finnara. Að borða gulrætur í 10 klukkutíma. Armundur fljótur. Hvað ég að hringja? Já, er það ekki? Já, ég held að innastæða minn sé búin. Ég er hjá símanum, ég kan ekki sýnt. Já, ok. Holy shit, Skrifa ég er ég. að fara að syngja Hvað er það? sjónvarp símans. Þetta er bara síminn, sko. Svo svona öll með plaggat að Siggu klík. Ef þetta virkar ekki þá bara skellum við á. Þetta verður svo... Sko, við erum ekki að fara að gera... Við erum ekki að fara að enda þáttinn nema við fáum... Nema við fáum eitthvað símat. Ég meina, hvað er klukkan? Hún er... Já, býtu... Ok. Ok, þetta er samband. Já, Ok, er það tilbúinir, Úlfur? Gæt sem kom... Já.
það gæti líka bara verið innastæð. Má þetta ekki bara vera myndband? Get ég fengið myndband? Velkomin til Símans. Þú hefur náð sambandi við 807.000. Choose 5 for English. Vinsanlegast atriðið og öll símtöl eru hljóðrituð. Viljið þú fylla á frelsi, veldu þá 0. Svona þróaði. Ok, strákar. Strákar, hringi bara í ömmu ykkur eða eitthvað. Ok, gerum það bara. Hringi bara í ömmu þín eða eitthvað. Nei, hún bara fór að þekka ykkur allan. Já. Hvað með að ég gera svo? Get ég fengið plagg? Ok, einhver þjónustu. Svona einhver sem er ekki stór. Það er allt hljóðir. Nei, Arnaldur, einhver sem er ekki stór, bara einhver pípara. Nei, en hann ekki hringi pípara. Þeir eru eitthvað reyðir eitthvað. Kjöftu þetta hér. Hvað með Það er hljóðir þetta. Við verðum bara að hringja einhvern veginn. Já. Hringjum í bara ömmu mína, ekkert bara amma mín. Ég skal koma með númerið. Þarna hinn sem við erum ekki búin að hringja. Já, ok. Úlfur, þú veist hvað þú gera? Já. En hvað ef ég gera svona get ég fengið plaggat? Nei, gerðu hinn röddina. Get ég fengið plaggat af Siggu Klingarberga borðakur nætur? Já. Ok, hérna er númerið. Ok, eins og hringja. Valdir þú þess að mynda það? Já. Ok. Get ég fengið Er þetta bara svona val á myndum eða er þetta bara mynd úr myndnar? Er ekki hægt að dýbra röddina á mér með þessu tæki? Það var hérna sko, þú varst 3. Úlfur, talaðu. Halló. Strákar, við erum núna að fara að gera þetta. Byrju. Talaðu venjulega. Halló. Við erum búin að bladra alltaf lengi. Halló. Það var alltaf langt podcast. 113 vælubíklinn, oh my. Ok. Býtu, röddin mín að breytast þegar ég byrja ára múti. Ok, þarna, sattu bara aftur í hérna home screen. Ok, og 1, 2 og nú. Halló, get ég fengið plaggat af Siggu Klingarberg að borða gulrætur? Tala herra. Halló. Hver er þetta? Get ég fengið plaggat af Siggu Klingarberg að borða gulrætur? Býttu, ég heyr ekki hvað þú segir. Gleymdu því. Við erum bara að hringja einhvern annan. Oh my god. Af hverju heyrði hann ekki í mig? Er þetta ekki stútið? Jú, bara hann heyrði ekki. Þetta var afiðin það ekki. Jú, þetta var afið minn sem svaraði. Hringjum það bara í einhvern annan. Hringjum í það er eitthvað svona lítið fyrirtæki. Þau get ekki hljóð. Hringjum í eitthvað veitingastað. Hvað veitingastað? Og pöntum plagga. Nei, ekki og ég þóttu að pönta mat. Það var brjóðlega. Lengur bara í Dominos. Dominos, já. Dominos. Og séu svona að ég fengið plaggat við. Nei, þeir þurfa að segja það. Og það þýst að maður er ekki þannig maður hlustar. Og segðu svona, get ég fengið plaggat til Siglinglum og svona, er þetta eitthvað grín? Ok, bye. Við erum... Ok, ekki alveg strax. Nei. Ok, tilbúin. Ok, bara gerum þetta. Pöntaði svona mest. Takk fyrir að hringja í Dominos. Vegna núverandi ástands hvetjum við viðskiptavini okkar til að panta á vefnum dominos.is eða í gegnum appið og greiða fyrirfram. Ef þú hinkrar á línunni, farðu samband við þjónustufulltrúa. Þú ert komin í samband við Dominos. Því niður eru allir þjónustufulltrúa. Dominos pizza. Halló. Det er altså deg.
Get ég fengið plakkat af Siggu Klinguberg að borða gulrætur? Já, hann skemmti frá. Ok, ég held í sögu glaður. Nei, við fengjum ekki pizza þetta bara. Já, ég fekk nefnilega hugmynd að koma með skrýtnustu blöndu af áleggjum fyrir pizzu. Bara ever. Við ætlum núna bara að hringi í Pizza Hut og síðan bara þátturinn búinn. Ok, aðeins herðununa, og ekki segja bara halló. Segðu líka bara. Og verður alveg ákveðin. Ok. Ég get ekki gert svona djúpa rödd hátt. Góðan dag, þú hefur náð sambandi við Pizza Hut. Veldu 1 fyrir Pizza Hut Smáralind, veldu 2 fyrir Pizza Hut Staðarbergi. Þetta er svona. Já, ég nenni ekki þessum her. Jú, Nei, þetta er svona íttu á 2 til þess að hringja þangað, íttu á 1 til þess að hringja. Próf bara eitthvað. Próf Doritos. Já, það er svona lítið. Það er ekki að fara að hafa eitthvað. Þú ert komin í samband við Doritos Pizzeria. Veitu, mjög kynsakafrýtt. Þú ert komin í samband við Doritos Pizzeria. Þetta getur verið hljóðrita til að passa úr sért ekki að panta eiturefnin. Ok, við erum núna fyrir að gera Doritos löfi. Ok. Þið myndið taka þessu grínu. Þið myndið sko íta á einn að þið viljið taka við klám. Má ég breyta röddinni? Já, sláttu okkur. Doritos, can I help you? Hello, can I get a poster of Sigga Klingeberg eating carrots? Sorry, can you speak in English? Hello, can I get a poster of Sigga Klingeberg eating carrots? Yeah? Hello, forget it. Reyndum líka bara Pizza King. Nei, við erum búin. Takk fyrir þáttur af kartakofanum. Bæja kústa fæði. Þetta var alltaf langur þáttur. Þetta var 1 klukkutíma og 12 mínútur. Ok, bye.